Þetta náttúrulega allt eitt sjónleikur og svo erum við allir aðalleikarar í okkar eigin leikriti, það ekki, okkar eigin lífi, þar erum við aðalleikarar og svo erum við aukaleikarar í lífi annara og svo erum við statistar á sviði heimsins. Vigdís, nú það orðið ljóst að þú munt vera næsti forseti Íslands. Hvernig líður þér á þessari stundu? Mér líður svolítið einkennilega, ég verð að játa það. Þetta hefur verið sérkennileg nótt og já, þetta var svona dálítið lengi að ráðast hvernig myndi fara. En ég get ekki neitað því, ég er ákaflega stolt og ég fagna því að Íslendingar skuli hafa valið sér konu fyrir forseta. Hvernig hefur ávarpa okkar nýja forseta? Já, nú veit ég ekki. Það má vera forseti Íslands. Já, það má alltaf segja frú forseti og svo má segja bara forseti og svo má að sjálfsög ekki gleyma því að ég heiti Vigdís. Í síðasta sinn á þessu kjörtímabili hef ég nú sett Alþingi Íslendinga. Á þeirri stund þykir mér við eiga að tilkynna þingi og þjóð að ég mun ekki gefa kost á mér til endurkjörs í embætti forseta Íslands. Það gríðarlega mikið verk að skipta líf. Á ég taka þennan bíl og setja hann á hliðina á bílum? Já, ok. Að verða frá einum degi að skipta frá því að hafa þjónustu til dæmis eins og ég hafði, bílstjóra, ráðskonur, ritara, fólk sem að hjálpaði mér í einu og öllu og allt í einu að vera ein. Og það er einsemd. Það er gríðarleg einsemd. Ég tók þann kostinn að fara burt. Segir stundum þegar ég spurði því hvað ertu að gera í þessar mundir, Vigdís? Þá segi ég er að bjarga heiminum. Höndi kveðju upp! Allt sem ég er að gera, og það þykir mér svo vænt um, það er til bóta, það er til að bæta eitthvað. Og þegar ég er að gera það, þá er ég að gera það leið í Íslands nafni, því ég kem alltaf sem Íslendingur, hvers sem ég kem. Og ég er mjög þakklátt fyrir að hafa fengið þetta hlutur. Mér finnst að vera til sæmdar svona á árunum eftir ég lík þessu embætti heima á Íslandi. Það er mjög þrjótandi að vera endalaust í sviðsljósinu. Það kom stundum fyrir mig að ég fletti með hraði blöðunum í þeirri daufu von, ég von nú sérst ekki á Myndiðisblaði. Með auðmýkt og þakklæti. Ég þekki hann ekki neitt. Við höfum svo lítið talað saman. Spurði mig einu sem Danmörku, það áður hann fór til Danmörkur, vildi spjalla það, en annars ekki. Ég þekki hann ekki neitt. Ég vil biðja ykkur að minnast með mér fósturjarðarinnar. Lifi Ísland! Húrra! 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 Eilítið þokublandi. Jæja, blessuð sauðkindin, sjáðu nú á eina surlu. Blessuð sauðkindin. Þegar maður setur svona í bíl og ég keyri ekki mikið hérna austur til dæmis á Þingvelli, þá náttúrulega verður maður að geta þess að hreyfa sig einhvern veginn öðruvísi, því að annars missir maður fótana þegar maður fer eldast, maður missir fótana þegar maður fer eldast. Svo ég er búin að temja mér að gera eins og góðvinur minn í götunni, Ármann Snæmar, ég fer út 3 sinnum á dag
og geng rösklega hringinn með bæði hraðamæli og lengdarmæli í buxnastrengnum og þannig veit ég geng 3,6 km á dag. Svo getum við reiknað hvað ég er lengi austur í Geys ef ég hefði þennan háttinn á. Eða austur á Þingvöll. Þetta ætlar að vera fallegur dagur á Þingvöllum. Bossins að vera lambagrassi góða. Ó, það er svo yndislegt. Besta sem ég veit. Svo fallegt að kalla það Bossins auga. Gerði ég honum svo köllum. Nú er þetta ekki lyklarnir. Nú erum bara að reyna að syngja. Og ég glemdi miðanum. Þannig að snöði. Ástríður, hæ, er hann nokkuð bara að syngja maðurinn? Það er enginn hérna á Þingvöllum. Ætlar að fara upp, hlaupa fyrir mig upp og á rúminu mínu er hérna blað. Nei, þarna kemur einhver. Hæ! Hæ! Er þú Já. Já. Nei, ég segja að það þarf að væta. En nøkkelen? Hann er hérna maðurinn fyrir frá mig. Hann kemur gangandi, skuggalegu maður. Ég ringi til Míta. Heyrðu, þá er hann kominn. Já, takk. Bless. Ég skulle ringa til. Aha. Hej. Hej. Vigdis Finnbogadóttir. Leif Åge Emil. Har du været der nede og kigget på? Vi var nede og kikket på i går. Ja. Og det ser jo så fint ut. Så vi tenkte hvis vi kan ta det ut på terrassen da, så er vi veldig glad. Ja. Vi må bære vann op, fordi at vandpumpen gik i stå, siger min datter. Aha. Og du kom deg vel hjem fra København i går kveld? Ja. Og jeg var så sikker på at det hele skulle klappe, at jeg prøvede ikke engang at ringe til dig. Jeg kom sent. Aha. I går? Ja. Ringte du mig i går? Nej, jeg prøvede ikke, for jeg troede, at når man har taget sådan en bestemmelse, så må alle parter stå ved, hvad de bestemmer. Aha. Ja. Ja. Undskyld. Nej, jeg siger det ikke som kritik, men jeg siger, at jeg ringede ikke. Jeg ringede ikke til dig, fordi at det var så klart omkring 10-tiden. Det var så klart, ja. Så at jeg tænkte, at når du ber mig at komme omkring 10-tiden, så selvfølgelig stoler jeg også på dig. Du stolede på mig. Ja. Ja, okay. Det gør jeg. Det var det, jeg mener. Nej, jeg er ingen kritik. Jo, ja, men... Det er heller jeg som siger undskyld, at jeg ikke ringede i går kveld. Ja. Nej, men, jo, men jeg regnte med at du... Ja, du stolede på mig, og jeg stolede på dig. Okay. Vigdis? Ja? Vi er ganske mange. Hvor mange er dere? Vi er 11 stykker. Jeg købte croissanter og wienerbrød kun for 10. Ja, 8. Ja, men det... Har du gjort det? Ja, selvfølgelig. Så hyggelig. Jeg håber, at det er kaffe her. Okay, du har nøglerne. Ja. Du er general. Ja, jeg er general i krigen. Hvis du er inne i stua når den kommer, så kommer den inn der, og så roper den liksom sånn, ho eller hallo, noen hjemme eller sånn. Hallo! Er noen hjemme? Hallo! Det er så hyggelig. Velkommen! Velkommen til Islands. Velkommen til mitt paradis her. Ja. Så vakkert det er. Ja, det er Fantastisk er det. Ja, det. Men det er liksom surströmming i Sverige.
Har jeg ikke noe som ligner surstrømning? Jo, men... Ja. Jeg tror jeg tar haien både som aperitif og som dessert. Surstrømming. Den er mild og fin. Jaha. Det svenskene som har surstrømmingen, vet du. Ja. Svenskene har det, og franskene har camembert. Ja. Og vi har den gamle haien. Nå det noen som... Fikk du ned haien? Men ta snapsen. Ja, det stakk det. Det kjente jeg med en gang. Skal du ikke prøve haien? Jo, takk. Jeg skal. Det går ikke. Ég vissi eitt þegar ég hætti í embætti forseta Íslands að ég hafði öðlast viðurkenningu á erlendu grund. Og ég nýt mikillar vináttu erlendis, þannig að það var beðið eftir mér. Og ég var beðin að koma, ég var beðin að gera ótal hluti út allan heim. Koma og gera þetta og spjalla þarna og segja frá þarna, skoðanir mínar á öllu mögulegu. Og ekki síst á menningu og tungumálum, sem fólki svo hjartfólkið. Við vitum það, við Íslendingar, hvað það mikið sviði. Tack så hemskt mycket, Vigdis. Det var fint att se dig igen. Ja, det var verkligen. Lycka till nu med allt. Þegar ég hugsa forsetatíð Vigdísar Finnbogadóttur það einhvern tvennt sem kemur í huga mér. Annars vegar áhugi hennar á íslenskri arfleifð og þá ekki síst bókmenntum, ljóðlist og hvernig hún sjálf lagði áherslu á þann þátt og svo hins vegar áhugi hennar á landvernd, umhverfisvernd og trjágróðri. Þegar hún var 60, 1990, var ákveðið að stofna yrkjusjóð. Skyldi sjóðurinn standa straum af trjáplöntun fyrir grunnskólanemendur á Íslandi. Og þau 8 ár sem síðan eru liðin hafa 60.000 nemendur gróðursett 340.000 plöntur víðs vegar landið. Sko, þetta allt svona gjafir og ég vil að það sé merkt hver gaf. Það mjög fallega merkt hérna uppi. Hér stendur, hér vex upp skógur fyrir erlendar vinagjafir og gjafir tengda forseta Íslands. Og hér margt fallegt. Sagt Elisabeth Englandsdrottning frá svo Mitterrand og hér Korsika. Ítalíu forsetið hann kom og auðvitað Mónaco Vístor sem gaf okkur svo mikið, gaf okkur svo marga skói. Weizsäcker, hann kom hér og gaf Haraldur V, Suárez frá Portugal og svo vinaþjóðirnar allar. Vivat Crescat Floreat Danmarks ambassade, mér finnst þetta flott hjá dönum okkur. Sovéska sendiráðið 1990, þá eru Sovétríkin þá við líði. Nous ne verrons pas le fruit des efforts consentis aujourd'hui. Mais nous devons penser aux enfants islandais et à leurs enfants qui profiteront d'une terre rendue à la nature. Þetta mikið fallegt. Þetta nú flott. Hérna Yoko Ono. Hún kom hérna 91 og hún gróðsetti hérna. A dream we dream alone is only a dream, but a dream we dream together is reality. Yoko Ono. Já, alltaf eitthvað gott sem hún segir.
Vigdis kom ju med i det här samarbetet tidigt. Den här organisationen, International Youth Foundation, grundades 1990 och efter några år så grundade vi ett Global Action Council, ett slags råd som skulle stödja det här arbetet och skapa trovärdighet hos våra mottagare, hos våra donatorer och så vidare. Och Vigdis har varit ett gott stöd i det här, inte bara genom sina kontakter på Island utan i hela Norden och i hela världen. Hon är trovärdig som en 16-årig president på Island och hennes humanitära arbete, överhuvudtaget humana arbete, har gjort henne till en bra ambassadör också för ungdomsfrågorna. Det är ofta just statsmän av hennes kaliber som tror jag bäst kan föra sådana här saker vidare. Já, ég fann að sjá marga hluti í öðruvísi samhengi og það náttúrulega gerir það að ég hef verið svo mikið erlendis. Ég hef fjarlægð á hlutina, fjarlægð á ýmsar lífsmyndir, ekki mínar heldur annarra líka og fjarlægð á lífsmynd þjóðarinnar finnst mér aukna við að það sem áður var og þetta breytir mann allt saman, þetta breytir hvert árið breytir manni. Ég miklu opnari til dæmis, svo lokuð og svona, ég er ekki aðeins feimin, svo var ég alltaf verið svona feimin. Ég kannski veit betur hver ég er, ég hef mikið verið að leita sjálfur mér í 4 ár. Gríðarleg leit út allt, velt við öllum steinum til að finna út úr því. Hvort ég hef ekki verið að slá vindtök í 16 ár, hvað var ég að gera í 16 ár? Ég veit ósku vel að ég var að gera gríðarlega mikið, en ég hef sem sagt verið opnari, ekki eins léttræg. Það var einu grönu punktinn. Óendanlega leiðilegt að gera þetta hverjum degi á Íslandi. Ég var að senda mér stelpurnar fyrir mánudags kynningun í London, alltaf að senda mér föt, mér finnst það alveg gasalega sniðugt. Það setja mér ennþá einu sinni ullarflíkur, fara að kynna íslenska ull. Ég hef ekki gert það síðan 1981, fór ég, já síðan fyrsta árum eftir 80, þá var ég alltaf, á mér svo heitt alltaf hvað sem ég fór í útlöndum, ég var alltaf í íslenskum útlendingum. Ég er alveg sannfærð það að ég hef orðið ómögulegu forseti með einu, vegna þess að þetta var svo nýtt, að geta bjóða í fyrsta sinn, að geta bjóða eiginmann upp á slíkt. Og í annan stað þá var á þessum tíma ennþá álitið að konur væri svo ósjálfstæðar að það hlyti að vera einhver kall á bakvið sem segði þetta skaltu nú gera elskan mín og allt þetta. En þessi tímar eru breyttir. Núna þykir öllum manni sjálfstætt að kona geti gert þetta
Og núna hafa konur styrkt sig það á þessum 20 árum að það dettur engum í hug annað en að þær hafi sína sjálfstæðu skoðanir. Það það sem breytt. Og þær geti gert þetta án þess að einhver kall sé að segja þeim hvað þeir að gera. Já, við erum að hluta. Hvað kom ykkur nú til að hugsa með ykkur að setja miðviðtal hjá okkur? Það var náttúrulega ekkert eitthvað svona ákveðið sko. Eitthvað svona sem að myndi fólk til að lesa blaðið. Ég var alveg staðræð en ég verði skipstjóri. Vegna þess að mér langaði svo að sjá heiminn. Trying to think if there's any way around this. What a nuisance. Brestur alltaf sem að sér á blaði. Í hárið til gjörur svo hvernig. Oh, I hate to bother you in this way, President. I mean, should I just, I'm just trying to think, is there any way we could move The next thing I'll do is throwing you out. Oh, no. Anyhow, I have to solve this. Oh. You're plugging it to the fax? Yes, is that okay? Yeah, just bring that okay. As long as you deplug it, that the fax operates afterwards. Oh yes, yes. You know how to do that? Oh yes. I wouldn't know that, by the way. Let's see if that works. I was really nervous, and then all the technology not working, it's like your worst nightmare come true, so I'm really sorry, and thank you so much. But people are still supposed to address you President Victus, aren't they? Oh yeah, that's a good tradition. So, of course, as a goodwill ambassador for languages and coming from a country where we have kept language almost intact for over 1,000 years. Marsha var svo þéttsetin og April reynda líka, upp okkur stingur hún. Ef hún getur komið hingað, þegar hún svo ásettin februar. Ég veit eitthvað þetta og ég hef engin tök á því, svo Harvard tekur það alveg að sér. Að koma 28. og 9. október. 22. þá fyrir til Bornholms. Það komið hjá þeir 15., 16. og 17. Grænland. Júlí 10. og 11. það París og konsertin 15. 7. 2000. Ég get það. 23. og 4. apríl. En handa til Ástralíu þá var bara þetta, já. Ég var búinn að koma til Nýfundnalands. Og 24. og 28. september 2001. 27. mars í Bornholm. Já, halló, þetta Vigdís. Menntamálaráðherra Dana vill að ég taki að mér að hjálpa henni að stofna skóla fyrir demokratíu. Það alveg ágætt að eldast ef maður hefur góða heilsu og auðvitað verður maður að lúta því lögmáli tímans. Mér finnst kynslóðirnar alltaf mikið stúkaða niður í íslensku þjóðfélagi. Það nú bara beinlínis hallærislegt að fyrir hvern mann að vera 70 vegna þess að þá passar ekki að sé að gera neitt í þjóðfélaginu meir. Það svona sett út á huggulega spássíu á helst að fara að föndra eða læra skoska dansa og eitthvað slíkt sko. Fólk með andlegt atgjörfi auðvitað finnur sig ekki í því. Þá getur það verið mjög leiðilegt þegar búið að setja mann á einhvern stað. Þeir eldast sem fá að lifa. Man kaupir lífið með því að eldast. Mér líður eiginlega eins á báðum stöðum, hvort sem ég í Reykjavík eða í Kaupmannahöfn, vegna þess að hvert sem maður fer þá fer maður alltaf með sjálfan sig. Og maður einatt að hugleiða þau málefni sem maður að vinna að. Ég kannski ívið frjálsari hérna í Kaupmannahöfn að því leyti að ég gef mér meiri tíma til að vera ein með sjálfur mér við að skrifa og hugleiða. Jeg hører, de tidligere præsident for Island. Ja.
Hvornår blev Island egentlig selvstændig? Var det i 50'erne? Nej, 44. 44? Ja. Og det var en frigørelse og ikke en løsrivelse. Jeg er så fornærmet i nyheden hele morgen, og man talte om at færingerne skal de kommer ned til at diskutere færingernes løsrivelse. Du føler, at det er helt anden tone i ordet løsrivelse eller frigørelse. Ja, det er rigtigt. Einmitt af því ég er í fjarlægð hérna, þá er það svo þægilegt. Þekki færri og þó ég fylgist vel með pólitíkinu og svona þá. Og þess vegna þegar ég kem stundum heim þá finnst mér eilítið eirðarleysi, svona títringur í loftinu, en það er auðvitað því maður þekkir alla innviði íslensk þjóðfélags og skynjar það betur heldur en hér í Danmark. Jeg skal gå til Rotary-valget her. Rotary-valget? Det er derovre. Det er derovre. Det er nærmest at gå frem til Fadelsbanken og så gå til venstre. Ja, takk for det. Svo hafa Danir líka þetta dásamlega lunderni að þeir eru alltaf að hyggja sig. Þeir vilja sitja og ró og næði og njóta þess að vera saman. Það þarf ekkert alltaf eitthvað að vera að gerast eins og heimur. Og vi vil gerne ønske dig rigtig hjertelig tillykke, selvom det er lidt sent med den runde dag. Vi glæder os over at have dig i vores klub, og vi håber, vi må have dig i lang tid endnu. Tusind. Tak skal du have. Og hjertelig takk for de smukke hilsener og for de søde ord som blev satt i Fredriksbergbladet. Det var ikke mig. Jeg skaffede billedet. Hjertelig takk. Og hjertelig takk. Jeg skal lige spørge, hvordan kommer du hjem med den buket? Hvordan kommer du hjem med den buket? Jamen ja, så skal du bare stå ude på gaden. Skal jeg stå på gaden og vinke her? Så kører jeg dig hjem. Ja, tusind tak. Det er dejligt. Ja, det har været godt. Endnu en gang tillykke. Ég fer þarna eins og þú ég get. Það var gaman. Frétti alltaf nýjasta. Þetta er eins og að synda í Reykjavík eða að sitja í heitapottinum í Reykjavík að vera í þessum félagsskap. Það er alltaf nýjasta. Frétti allt. Það er alltaf pólitíkina líka. Det er politiet. Ja. Det skal du sgu gøre. Gør vi det bagefter. Hvis du må lige tage selen på dig. Ja, men kan jeg sige, at jeg kan sende det? Ja, det kan du bare gøre. Nå ja. Det er da klart. Kommer der en derhenne fra? Nej. Du var fri pleje. Og Apple-rådets pas på, det kommer nå. Nu må I passe på her. Det var da nok farligt ham der, hva'? Dejlig buket. En virkelig fin buket. Men har det godt? Det har det godt. Ég á marga vini hérna í Kaupmannahöfn og hitti þá einhvern hluta af þeim eiginlega á hverjum degi. Þó að mér þykir líka, taka það fram, mér þykir líka gott að vera ein. Ég fer oft ein út að ganga og fer í bókabúðir og ég fer með þessi ein í bíóstundum. Það er mjög gott að vera ein. En vinnuna mína hitti ég oft. Ég hitti til dæmis Rotary-vinnuna mína einu sinni í viku og hef mjög gaman að því og síðan fer ég mikið í leikhús með vinnum mínum í leikhúsinu og líka öðrum og ég fer bara það sem að maður fer heima, leikhús, tónleika, bíó og oft förum við saman að borða, vinirnir og spjöllum. Það sem ég er svo skemmtilegt hérna í Kaupmannahöfn og ég hef eignast annan hóp vina sem eiginlega fjallum nákvæmlega sömu mál og vinir mínir þegar við erum að skrifa saman heima. Sömu áhugamáli. Við höfum mjög gaman að rökræða. Halló, þetta er Vigdís. Já, nei, komdu nú sæl. Voru þeir hérna í stjórnarráðinu? Nei. Vá. Ég nú þess sinnis að aldrei segja þetta, verðum við að bíða þess, út allan heim, þar sem við tölum saman. Nú gerði skott ekki senn að faxið heldur áfram og það er nú ekkert nýtt og svo er hringt hér til að tala við mig og við vitum hvort að það tekst. Halló, þetta er Vigdís. Faxið rúlar og rúlar, ég veit ekki hvað þetta er.
Já, þetta vinkona mín, lögreglustjórinn hérna á Friðriksbergi. Hún að senda mig hérna tillögur sem hún að gera. Ég fæst við mikið ævintýri hérna í Kaupmannahöfn sem að den nordatlantíske brygge. Þessi staður en sögulegur og hægt að hugsa sér. Í höfninni verður í framtíðinni hægt að fara frá Nýhöfn og hingað yfir á den nordatlantíske brygge á bátum og eins hugsum við að í framtíðinni verði byggð hér brú, göngubrú hér yfir í Nýhöfnina, göngu- og hjólabrú. Þannig að þetta verður staður sem að á að vera mjög skemmtilegt að heimsækja og hann í nafni Íslands, Færeyja og Grænlendinga. Svo að við getum verið svo hreykin að þessu, ég er svo hreykin að þessu öllu saman að þetta skulle vera komið í höfn á þennan. Það skemmtilega við þetta allt saman það að við erum búin að afla þeirra fjármuna sem þarf til þess að endurreisa húsið og gera það þannig að það geti orðið slík miðstöð sem að við höfum í hyggju að verði. En þegar maður kemur inn í þetta pakkhús þá heillast maður vegna þess að maður finnur þetta andrúmsloft að norðan. Það ennþá þarna ilmur, það ennþá angan af ull og sauðaskinni og fiski og lýsi og meira að segja þegar ég hef komin upp á háalöft undir þak þá finnst mér ég heyra þarna vængjarslátt fálkana. Því auðvitað hafi þeir verið geymdir í þessu húsi þegar voru fluttir ofan á Íslandi til að efla viðskipti eða til gjafa. Þeir voru gefnir höfðingjum í Evrópu. Hvað segir mín í dag? Hvað segir mín? Mér finnst mjög mikilvægt og það sem er mér mjög ofalega í huga núna eftir ég eignaðist mitt eigið barn að hún hefur í rauninni kennt mér að ég ekki smeyk við að ala upp mín einu dóttur og það finnst mér eiginlega svo stærsta gjöf sem hún hefur gefið mér. Ég myndi ekki segja að ég hefði fengið svo mikið öðruvísi uppeldi því að hún passaði alltaf, hún náttúrulega fór ekkert að breyta sínum uppeldisaðferðum þegar ég var 7 ára þegar hún tók við embættinu. En samt sem aðra þá lét hún mér aldrei líða, hún lét mér alltaf líða eins og ég væri númer 1. Og þó hún væri á ferðalagi í diplomatískri heimsókn einhvers staðar, þá var alltaf einhver sem passaði vel upp á mig og eina ráðskonar á Bessu, eins og hún kallaði það. Gjörðu þið svo vel. Hvað segir þú? Þið sett 17 eitthvað? 17, það er aðeins lengur, hún aðeins þegar hún Hvað finnst þú 17? Já, það er Ég myndi lýsa henni sem fallegri og góðri mannsku sem er hægt að treysta. Samskipti okkar eru miklu betri í rauninni í dag heldur en þegar maður er unglingur. Þegar maður er unglingur þá var maður svo skrítinn og þá eru foreldrarnir alltaf svo hallærislegir og eitthvað. En samt sem þegar ég var unglingur þá voru samskipti okkar með eitthvað en ég myndi segja að það sé ennþá betri núna. Hvað segir þið litla gullaljósið? Það er svo gaman hjá þér. Yndislega. Þegar eru beðnar að koma svona snemma, maður býður aldrei í hádegisverð fyrir 12:30 en það því Ástríður, hún bundin að því að þurfa að gefa barninu klukkan 1 og ég vil endilega í svona dömuboði, hún fengi að setja með á. Hvað segir þú? Hvað segir þú? Ég kom í fyrradag í laxveiði og ég get sagt okkur það að ég stóð út í á. Það er staðið í ánum frá klukkan 7 á morgnana til klukkan rúmlega 12. Það má vera til 1, 7 til 1. Og svo færðu aftur á stað klukkan 4. Það sem ákjæfðin er svo mikil og það má vera til 10 en yfir fara menni inn klukkan 9. Þú hefur ekki fengið þennan stóra? Jú, auðvitað, en hann nikkar svona eftir því sem maður segir þá. Þegar ég fór upp úr ánni þá var ég alveg svo steinurinn tröll. Svo ég skildi það vel í þjóðsögunu og það var nóg að kemja upp sól eða dýfa tröllum í vatn, í ískalt vatn, þá var það bara steinrunnin því ég var alveg orðin stíf.
Mikið gaman að sjá okkur, okkar bæ. Það auðvitað stórkostlegt að vera amma. En ég hef mörg ár verið amma allra barna á Íslandi, ef þau vilja það. Það svo sérstakt með okkar eigið tungumál að það dýrmætasta eignin sem við eigum. Ég veit ekki hvort þið áttu ykkur á því, en það miklu meira vilja eiga tungumál heldur en eiga peninga. Öll börn á Íslandi mega eiga mig ef þau vilja það sem ömmu. Je t'aime. Je t'aime. Á dönsku það, ég elska þig. Á þýsku það, ich liebe dich. Ich liebe dich. Hvernig það ensku? Nei, komdu sæl. Ég segi allt ágætt. Get ég hringt til þín svolítið seinna? Finn ég ekki símanúmerið þitt í stjórnar... Já, þú ert konsúll, já. Það er gest að koma hérna hjá mér á hádegisverður. Hver tímamunur á milli okkar? Hún 10 kvöldi, já. Heyrðu, e-mailin minni því með því Óla í Jöfnablikinu. Því ég er búin að skipta yfir á íslenska adressu, svo ég þurfi ekki alltaf að hringja til Danmörkur. En ef þú hefur fax, getur ekki... Hvaða e-mail hefur þú? Mitt fax er 562. Mér er sæmt að því að vera boðin til Ástralíu að halda þetta á þessa hátíð. Og ég vildi mjög gjarnan koma og það er ekki fyrir næsta sumar ef ég skil rétt. Svo get ég sendir e-mailin minn þegar hann er komin í gagnið hérna. Já, höfum það þannig. Já, en ég á bara eftir að bera dagskrár saman. Það er bara svona, já, þakka þér kærlega fyrir. Já, þakka þér. Já, sömuleiðis, blessuð. Já, hérna. Allavega frá Ástralíu. Margt í mörgum. Já, það er sýnt frá Ástralíu. Si nous descendons la rue en chantant notre drapeau rouge dans le vent, c'est pas seulement mais c'est qu'il est bien vivant. À la bourse, l'argent produit de l'argent, et pourtant le chômage s'étend. Regarde le jeune Jean, pendant qu'il est encore temps. Veistu nú hvað núna? Mér er sagt að leikhúsið var 6 núna. En ég nefnilega verð að hitta hana Chantal Rala-Mía Horta. Heyrðu, þannig að mér líst ekkert á að ég sé til neittna skemmtileg heita í kvöld vegna þess að ég er ekkert að bregðast í neitt eða svíkja í neitt. Heyrðu, ég fegi mér ekki búin að eðilegja fyrir því kvöldið. Jesús minn. Af því að ég ætla nú ekki að pína þig að segja þér frá þessum vandræðum sem þér í, en ég þarf að yfirheyra hana Rala-Mía Horta fyrir morgundaginn. Alveg, þú veist, já þú skilur það, ég veit, þú veist það. Messi. Messi var alveg að koma. Do you feel rested? I do feel rested. Yeah. I don't think so when I look into the mirror. Were you very occupied these days? Yeah, I was occupied and I have been so worried about all this and it dragged me down. Ég þekki París mjög vel. Þetta er stórkostleg heimsborg og maður finnur það strax sem maður gengur hér betur á stræti og búlivardana er mikið til af öllu og hvað allt er fallegt og franska kvenfólkið er smart og eftir öllu þessu tekur það jafnast ekkert á í Reykjavík. Því Reykjavík er svo sérmyrandi, hún líka höfuðstaður Íslands. En hún er ekki svo heimsborg sem París er og við megum vera fegin því að maður týnir hvorki öðrum mér sjálfum sér í Reykjavík en hvort tveggja getur gerst í París. Og við megum koma við hjá þér áður en ég, já, gerum það. Takk fyrir, já takk, blessa með hann. Arătau pe celișma. Faut peut-être attendre que la voix baisse. Ah, elle est en plein. C'est Rossini. Rossini? Hallå.
Rossini best bara út á hlað. Rossini tekur mótið ekki líka. Vá! Ó, velkomin. Gjörðu svo vel. Vertu vel. Gjörðu svo vel. Ó, hvað yndislegt. Ó! Það silki á seinna myndið. Yndislegt, þetta er frábært. Ég finnst þetta svo gaman að bæta. Ó, ég elska það líka. Það er sko einhverjum bækur sem einhverjum öðrum þykir gaman. Já, alveg dásamlega. Og mér skilst að þeir segja sko en relie. Það er ekki lí, relie. Já! C'est bien ça. C'est bien ça. Heyrðu, þá ætla ég að, sko... Það er þú að braut, það er svo ekkert hér. I was staying there because I finished the note and Madame Fimbulga-Dutil has been very active in the organization. She has two major responsibilities. One of them is she is the president of the Commission on Ethics of Scientific Knowledge and Technology. And her second responsibility is a Goodwill Ambassador in charge of languages. There are in the world 6,000 spoken languages, and it is very important to make special efforts to preserve these languages because many languages are disappearing. Íslensku langar mig til að segja ykkur fyrir glöð ég og ánægð að fá að vera hér með ykkur í dag og ávarpa ykkur. This is my mother tongue. We are delighted that Big Dish could be active in the field of languages working for UNESCO because that issue was very marginalized in UNESCO till she took the responsibility of accepting being an ambassador for languages in UNESCO. She represents a language that in the world context is a minority language, even if it's a language of one member state of UNESCO. But she has this perception of problems that affects minority language that for this work is very important. She knows how to deal with very important people in the world. She has the practice of talking with heads of state, high-level responsibles of the world organizations, and for us this is a treasure. Í mínum huga þá París einsendar innanborð og það getur verið afskaplega einmana hérna. Það engin vandi að vera í sambandi á hverju einastu kvöldi og sérstaklega maður vinnur í alþjóðaslokk þá þetta að ganga með glasi í hendi og vera í koktelbóðum svona. En ég bara nenni ekki að standa í því. Svo ég kaus að velja mér heldur verstöð sem ég kalla bólstaði í Kaupmannahöfn. Verstöðin mín í Kaupmannahöfn og þaðan fer ég í Róðra. Og ég fer hér niður til Parísar tvisvar í mánuði. Og þá hagkvæmara fyrir mig að þurfi ekki alltaf að fara alla leiðina heim. Þess vegna hef ég ágætis aðstöðu í verstöðin í Kaupmannahöfn með stutt í allar áttir. Sérstaklega stutt heim. Já, ef maður á að fara að lýsa Vigdísi þá nú aldrei til alltaf sterk orð en það eitt orð sem kemur strax í huga mér. Það orðið heilindi, heil persóna. Maður þarf að leita til
fornsagnanna eða til miðalda Íslands til að leita höfðinskonu þar sem fyrirmynd. Það stendur einhvers staðar, getur verið í konungasögunum líka sko. Konur voru komnar út á völli og það þýddi að bardaganum var lokið og konur voru farnar út á völlin að gera sárum. Ólöf Loftsdóttir í Vatnsfirði kemur í hugan sem sagði hér, þegar hún frétti dráp bónda síns, sagði eigi skal gráta björn bónda heldur safna liði. Ég oft fundist Vigdís í dag í þessu hlutverki. En þær þjáðust ekki minna. Ég hefði þjáðast ennþá meira, ég átt son í svona bardaga eða mann eða bróður. Konur biðu inn í bæ á meðan að kallarnir létu að þess að þau létu og börðust út á túni og voru auðvitað að vinda upp lím og traf og búa sig undir að hlúa að deyjandi fólki og gera sárum, deyjandi lönnum, kallmönnum. It's not heavy. Meira hlutverk sem kvenfólki hafði þá dag. Ég er búin að komast að þær biðu þar inn í dyrunum. Þeir voru að berjast bara rétt þarna á næsta hól. Þannig að þær hafa verið heilum og baku allt. Já, það konur hafa nú verið það löngum. En í þessu tilfelli þegar þeir voru eins og eftirstaðvandi bardagi, þessu bardagi sem voru haldið, þá auðvitað vissu konur að menn myndu vera mjög sárir. Margir særir menn. Og nú ekki mikið svirt lífið í þá daga. Og þó, það var svo mikið svirt að það þurfti að hefna fyrir það alltaf. Þegar illa fór. To cut bread? Even if I apologize very sincerely and even if you do it in old English, it's not accepted. Ég held að Vigdís fyrir vini hennar, hún bæði trausturvinur og skemmtileg og kemur manni alltaf svo ótrúlega óvart og ég held að við höfum þjóðin valdi mjög skynsamlega þegar hún valdi Vigdísi til forseta. it's very high. This is where we go through. So, og létt með það. Look at this. I knew it would be here. Mais l'autre, c'est pas myrtille. Les myrtilles, en fait, on les trouve dans les... Älskar þýska franska lax út í þetta allt saman. Þessi kann að segja. Þetta allt ég að kenna. Let's go there. Ég að fara í stað. Ok. Here. Oh, you found too. You made a wish? Yeah. Guð gefur Ragnari Halldórsson heilsu. Guð gefur vinnu minni heilsu. Sem persóna í prívatlífi og að kynnast henni þá er hún mjög fjölbreytt. Hún eina stundin svo bóhem og hún flissari, hún grallari, gerir grín, segir sögur, en hún dóminar ekki. En samt hennar vefur hún allt einhvern veginn með þessari hlýju og með sínum gáfum. Það sem gaman í félagsskap Vigdísar að hver einasta persóna, hvort sem það við borðið í hópnum, það að njóta sín. Já, sestu klára. Verður nýja dömi hjá þér. Sestu klára. Ég held í henni líka rýmist þetta eðli
listamannsins. Það ekki tilvíðan að skuli velja sér félagskap mikil fólks sem er listafólk. Og þó að svo hún sleppi ekki að sér veislunu og ígrundi sín orð og gjörðir, þá vill hún vera með fólki sem gerir það. Also rules. Oh, did you? That was wonderful. For Jesus and Jesus only. And we can know that same wonderful experience of having eyes on Jesus, the risen Lord, as we sit in this garden this morning. Thank you. Þú setur börn. Þessi drengir eru börn, fermingabörn. Man hlýtur að verða trúaður og verða að hugleiða hjálp þegar maður hefur lifað svona líf eins og ég hef lifað. Í einsemd sem að svona starf skapar. Hef styrk í þessari trú. There is absolutely no discussion about the terrorist acts that people have done to the Israelis. But both are hard to hear. Yeah. It's hard. Yes. You like to think that Israeli Jews would not do some of the things that these people say that they have done, but they have done them. No, what I found so difficult that they talk about democracy and they do not want democracy. No, they do not want democracy. This has got to be closed. I'm getting rained on. Please close the window. It's raining on us in the back. They're not willing to face the fact that women must be educated. No, this fellow's answer to you was, well, she must be educated, but she has to stay at home to take care of the children because the man said, you know, the answer was a result of a conference. That's interesting. They had a group thing. Yeah, they had a group thing. They asked the advice of each other. Yeah. Well, first they got the translation and then they asked the advice. I lost my man. I haven't done that. I saw the blood on the street. I mean, if every one of the stories start that way, evidence is. Oh, I think the car has broke down and the car has broke down? Yeah. No, Laura, don't let me tease you. Don't tease me about that. Við fórum yfir til Palestínu frá Jerúsalem og hittum þar fólk sem að vinna að málum æskunnar þar og eins og við vitum þá mikið fátækt í Palestínu og skólamál hafa verið þar í ólestri og þarna komu ráðamenn í Nablus sem stærsta borgin þarna með
og sýndu okkur bæði leikvangi og leikvelli og sýndu okkur menningarsetur sem að þar verið að búa til og síðan fórum við inn í hverfi sem að voru betur sett og nálguðumst hæðirna sem að eru svona betri hús og þar hittum við uppi í hæðunum hittum við hópa ungu fólki sem að við fórum að tala við og það var mjög áberandi hjá þessu unga palestínska fólki hvað það vonlaust og hvað þau eru beisk og þau voru spurð það til dæmis hvort að þau getur hugsað sér ef þau fengju landið sem þau hafa tapað þetta unga fólk að álasa náttúrulega nágranna sínum að hafa tekið frá þeim land og þá svöruðu þau hvernig getum við gleymt og það er ekki hægt að gleyma. Það þýðir ekkert að festast í beiskju og hatri heldur verður að horfa til framtíðar og byggja þar. Þetta var erindi okkar þarna. Það er að horfa til framtíðar og læra að lifa með því sem hefur gerst. Það er ekki hægt að breyta þið. אני יכולה מעלית, אבל מהצדיק צנצנות שאני אבוא שנמצאו גוחו. כל שונא ציוני הוא ככה צדקות שקדם עד שלף יבש שלו ולקפוק וצרוך את צנור לעמל ולא רוח ולך אדוני לדוד את כל עולות רשם בעל אדוני דר להביא להפות אם אבוא באוהל ביתי לעלה לארץ הצוערים ותן שנת לעלה פפאי תריבה og bara það að við komum og sýndum okkur og töluðum við fólkið, töluðum við æskuna. Þau gleymaði ekki. Iceland, very nice there. Þessi kona sem hefur með mér núna í þessari ferð Laura Liswood og hún framkvæmdastjóri fyrir alheimsráði kvenleiðtoga sem hefur aðsetti sitt í Harvard-háskólanum í Bandaríkjunum. Hún kemur með í svona ferðir sem eru þær mannúðarferðir sem ég að fara til að bjarga heiminum eins og ég segi alltaf, ég að reyna að bjarga heiminum. Og þá varum við að vera staddur á svæðinu. Alheimsráð kvenleiðtoga var stofnað 1996, vorið 1996 á miklum kvenleiðtogafundi í Stokkólmi þegar ljóst var að okkur var að fjölga konum sem hefðu annars vegar verið forsætisráðherrar, það eru fleiri konur sem hafa verið það og hins vegar við tvær vorum þarna sem hafa verið forsetar, Mary Robinson og ég og við vorum 12 í byrjun og við erum 26 núna, þá sér maður framfærinnar. Við erum alltaf einatt mjög stoltar þegar ein kona bætist í hópinn. My dream for the organization, women leaders share equally with men the shaping of the world's agenda. And have a voice, an equal voice in doing that. Because I don't think we're even close to 50% of the world's countries having women leaders. We have a ways to go yet, if we want to look at it numerically. I think that we're still in a place where the woman leader, like President Vigdis, is still very unusual and unique and is very much a role model for many countries, including my own, the United States, where we have yet to have a president of the United States. So that's another goal that I have. Það verður eitthvað hægt eitthvað. Já, það datt bara niður, bara slatti bara niður og leiði vorum á móbíl. Það er eitthvað í bílnum loftni. Það er eitthvað gott í dagsjóðulegis. Bless. Þetta sem endur næst.
vinnst ekki neitt í stríði, þetta vinnst ekki með valdi, þetta vinnst með áhrif. Ég fór til Kína sem fulltrúi Sameinuðu þjóðanna, fyrst og fremst. Ég var beðin að opna stefnuna kvennaráðstefnuna í Kína að því ég var fyrsta konan sem hafði verið kosin forseti og það þótti eðlilegt að ég gerði það. Enda talaði ég þar sem fulltrúi Sameinuðu þjóðanna, ekki sérstaklega sem fulltrúi Íslendinga. En síðan buðu Kínverjar mér að koma í heimsókn og það hefði verið stór móðgun við Kína hefði ég ekki þegið þá heimsókn. Síðan snerist þetta upp í það að nokkrir aðilar hérna heima telja þetta að vera eins og að fara að messa í helvíti og eitthvað svoleiðis og síðan er þetta blásið út að ég sé þarna í einhverjum fígúrahætti. Það var af og frá, ég kom til skila á öllum póstum, andmælum gegn mannréttindabrotum, ég er þannig gerð manneskja, en þetta var aðför og afskaplega ómakleg, gríðarlega ómakleg og já, það særði mig mjög djúpt. Ég er ekki komin yfir það ennþá. Það var viðkvæmnin mér sem lét að særa mig og ég hef brynjast. Það er málið. Ég er sterkari, ég hef meiri innri styrkleika. Ég hef ekki versnað, ég get alltaf ímyndað mér að ég hef versnað. Ég held að eitthvað sé þá sem heldur skári. Hvernig er þetta? Ekki bara komið í Er einhverja skoðanir? Ég er með skoðanir á öllu svona, að sjálfsögðu. Hvaða skoðanir? Já, nei, það er ég ekkert að gefa upp í svona, í öðrum sveitum. Þú sér það í svona pólitísku spurningum. Aðeins hlýtt grunum á. Þetta er ekki pólitísku spurning. Já, þetta er bara pólitísku spurning. Nei, það er pólitísku spurning. Vegna þess að við hlutum. Já, Nei, sæl og bless. Ég hef alltaf dáðst þetta þér. Nei, sæl og bless. Komdu bless, ég skal. Þakka fyrir síðast. Ég man ekki hvort að vera í göngunni eða í íþróttahúsinu. Já, ég heiti Hulda. Já, ég man svo. Heiti, bless og sæl, þína mín. Ég er kunni alltaf í úrbætur. Ég var eftir að veina með og brjóðslag. Já, þú ert fast mjög góð kona. Þú ert alltaf ungleg og sæt. Verkstjórinn minn hann á afmæli sama dag og þú. Alltaf jafn ungleg og sæt. Ég man hvað áru að hæfina mín. Já, verður ekkert að hafa. Nei, ég man það bara. Þú veist hvað það Oft og tíðum hefur við fundist að fatlaðir hafi verið svolítið í skugganum. Og þess vegna þurfum við og kannski þessi menning að við erum Auðvitað hef ég lifað mjög skemmtilegu lífi. Það hefur náttúrulega komið við mig eins og aðra. Og það hefur komið djúpt við mig ýmislegt í mínu lífi. Eins og missi bróður míns. Við varum aðeins 2 systkinin og ég gerði mér mjög vel ljóst að ég misti fjölskyldu með því að missa bróður minn. Við vorum svo samrýmd, við hefðum farið í gegnum lífið saman með fjölskyldur og þetta er náttúrulega stærsti missir fyrir dóttur mína líka sem hefði eignast frændsystkini þar. Og hvenær sem að missir hefur átt sér stað hjá þjóðinni, tekið það gríðarlega nærri mér. Finnst þetta ekki flott jólatrí? Ég vilja hafa meira íslenska flagginu en ég átti ekki meira. Þetta var alltaf í gamla það var alltaf íslenski fáni settur á jólatrí. Hérna áður fyrir það voru alvöru epli. Og nú erum við með gervi epli. Ég þykir miklu betra að hugsa til páskana en jólana. Því þá er píslagöngunni lokið. Og þá upphefst tími dæmisagnanna. Páskarnir eru minn tími. Páskarnir og upprisan. Það er minn tími. Nú rís sólin, nú fer sólin að rísa og rís herra og herra á hverjum degi
Og þá getur maður, hvort sem maður vill eða ekki, þá getur maður ekki annað en trúa á framtíðina. Þó að margt sé svo óendanlega sorglegt sem að gerast núna, til dæmis eins og þessi staður sem við vorum á í byrjun ársins í fyrra, í janúar, sem í hershöndum niðri í Palestínu þar sem við vorum að tala við börnin. Og það alveg ægilegt ef að harðlínu menn komast til valda í Ísrael og eyðileggja allt það starf sem að menn sem hafa verið að reyna að bera klæði á vopnin hafa unnið. Mér finnst það alveg hræðilegt. Það svona fregnir sem að depra hækkandi sól sem alltaf veitir manni þessa gleði. Eitt af því sem ég þykir svo erfitt áramótin, það sprengingarnar. Ég eins og allir mér finnst upplýstur himinninn af flugeldum alveg stór, skemmtilegt atriði að horfa á. En hljóðin sem fylgja því, ég held að menn átti sig ekki á því, það var verið að æfa sig fyrir jólin. Þetta eru sömu hljóðin og þeir heyra sem í stríðsrekstri. Þetta eru sömu hljóðin og börnin heyra núna í fjarlægð niðri í Palestínu. Ég í björgunarsveitum, en ég bara nota ekki flugelda til þess að draga athygli að þeim björgunarsveitum sem ég í. Já, og þá ekki annað eftir en að kveðja. Við óskum nýkjörnum forseta til hamingju og við bjóðum góða nótt eða öllu heldur góðan dag því nú klukkan 6 að morgni. Takk fyrir. Ég hef nú þá kenningu að heimurinn getur ekki orðið verri ef að fleiri konur eru í stjórnunarstörfum. Það vissulega komið tími til að konur setji sér þar mark að fara í leiðtogastörf. Ég þekki hann ekki neitt. Við höfum svo lítið talað saman. Du med høje. Hej. Heiti Sveinbjörnsdóttir. Nej, frågar. A dream we dream alone is only a dream. Hvað var ég að gera? 16 år. Han skal ud på gaden. Skal jeg få her? Det var da nok farligt ham der, hva'? Hérna gengur í land sem á undan okkur komu og á móti þessu húsi. Je t'aime. Je t'aime. Ímega minni til með jóla í þessu. Hvað var hérna hefur sér? Þegar ég fór upp í ánni þá var ég alveg svo steinurinn í tröll. Þetta eru börn. Þessi drengir eru börn, fermingabörn. Rossini mespar út á hlað. Rossini til hann góður. Ó, hvað indi það? Velkomin. Við höfum að samkoma. Á íslensku langar mig til að segja ykkur hver glöð ég. I don't think so, and I look into the mirror. Look at this. I knew it would be here. I do believe you. Oh, you're fun too. Oh, did you? There's one up there. Takk fyrir. Í okkar eigin lífi, þar erum við aðaleikarar og svo erum við aukaleikarar í lífi annara og svo erum við statistar á sviði heimsins.